Þá höldum við að fara með það í föstudagstættinum og erum að fara í bækurnar. Janúar nú alltaf pínu spennandi svona mánuður fyrir bækur. Maður hefur, velkomin Guðrún fyrir ekki. Já, takk. Ég var alltaf eins og æstur eitthvað. Já. Það janúar og bækur. Ég held að þetta verði svona mónolog sem ég ætla að byrja með. Það 31. janúar í dag. Já. Hann er búinn. Þannig að við erum að tala febrúarbækur. Hann ekki búinn, það 31. Hann er verið búinn, já. En þetta náttúrulega bækur sem eru búin að vera að koma út í janúar. Eitthvað þeim allavega. Maður hefur þá tilfinningu að það kom ekki út einasta bók í janúar. Allir hægt að lesa. Já, það kemur alltaf nóg af lífstílsbókum. Hlaupa, vítamín, matur, kúrar. En svo koma líka kiljur. Hlaupa og kúra. Já, hlaupa og kúra. Hlaupa fyrst og kúra svo. En sko jólabækurnar eru bara strax komnar í kilju. Já, ég vil nú bara hrósa Bjarti Veröld. Þeir eru bara snöggir. Bara Yrsa og Jón Kalman, hérna komin í kilju. Já. En hérna bækurnar náttúrulega til, innbundnar og það er útsala í bókabóðunum og eru á frábæru verði. Þannig að það er kannski bara svipið verið, hann spildi á kiljubækurnar eða eitthvað. Já, mér minni nú að innbundna sé aðeins ódýrari meira sé, heldur í kilja. En þetta er allavega frábært, það er búin að fá þær í kilju. Þetta er alltaf flotta bækur. Þannig að þau voru snöggt til. En svo ertu með hérna... Herri, já, Íslensku bókmenntaverðlaunin, ég ákvað nú að grípa það með mér. Andri Snær, hann var þetta ekki í gær eða fyrradag? Ekki í gær? Já. Og Sjón, sem við vorum náttúrulega að elska fyrir jól. Þetta eru verðlaunabækurnar og svo hérna Íslenska teiknibókin. Flokki fræðibóka. Hvað er þetta? Þetta eru teikningar úr handritunum. En þetta eru flotta bækur. Við tölum aldrei þær. Nei, við tölum ekki hana. Ó, já. En þessar tvær til dæmis eru útsölu og nú er þetta ná sér þær á góðu verði. Ég ætla að mæla með þessari. Þetta var uppáhaldsbókin mín fyrir þessi jól. Ég heyrði af einni á 11. ári sem er að byrja á þessari annarskipti. Þannig þetta er fyrir börn og upp í fullorðna. Á 11. ári? Já. Þannig að það er alveg magnað. Nú svo eru náttúrulega bara nóg af kiljum. Það er bara alltaf þannig. Þessi kom reynda fyrir jól. En hér eru við með Kepler til dæmis. Þetta eru hérna 3 nýjar kiljur. Er þetta ekki framhald af hérna Dávaldinu? Nei. Já. Það ekki? Ég er ekki viss. Ég greip hann bara með mér aðan. Hún var nýkomin. Þetta eru sem sagt hérna, ef maður er rétt, er þetta ekki hjón sem var að skrifa þetta undir nafninu Kepler? Það skrifaði Dávaldinu og það gerði sænsk mynd úr því fyrra. Segðu frá. Er þetta rétt hjá mér? Já. Ég held það. Þetta, já, samværi. Komst að tóma konu núna. Já, við kingum bara kolli. Þetta er bara, ég held, þetta eru spennandi bækur. Mér finnst alltaf pínu gaman þegar janúar kemur. Það er jólabókaflóðið búið og svo þetta bara núna eitthvað nýtt inn í kiljuformi. Og þarna er nýjasti kúrin og Hér er nýjasti kúrin og hérna... Jú, þetta er rétt hjá þér. Með hjónin og Dávaldin og allt. Ég er nú ekki talsmaður kúra en ég lít bara á þessar bækur uppskriftarlega séð, sko. Já. Og 5.2 gengur út á það að borða 5 daga vikunar allar þær hitaeiningar sem þú þarft og 2 daga mjög fáar hitaeiningar. Og það gerir mér ekki gott, en það getur vel verið að hjálpi öðrum. Hjálpi mér? Þá þetta að vera 2-5. En hérna, svo er hérna, þessi var að koma, þessi glóðvolk, 30 dagar leið til betur lífstíls eftir Davíð Kristinsson. Heyrðu, já, hann er nú hérna norðan. Já. Þetta, já. Glæsileg bók. Þetta er flott bók, það er æfingakerfi inni og flottur matseðill. Hvað sem fólk ætlar að fylgja sem 30 dögum ekki, þá er þetta bara góður matur. Og hráefni, fín hráefni og hérna, þetta er svolítið, já, borða hollt, en borða bara nóg. Ég man eftir hérna 10 ár og 10 vikum. Þetta er ekkert svona 30 ára og 30 dögum. Nei. Við erum öll 5 ára. Þetta er ekki það hardcore. Það færi nú ekki vel í okkur, við erum svo ungleg. Já. Þessi allavega lítur rosalega vel út og lítur mjög vel út. Uppskriftum. Frábærar uppskriftir, það er fyrsta sem ég leitaði eftir. En þú hefur nú reynslu, þú selur bækur. Ég er reynslu, já. Og það er búið að koma út svakalega mikið af þessum heilsubókum og nýjum kúrum og allt það. Er þetta að seljast? Já, það er alveg Er fullt af fólki bara að kaupa þetta endalaust? Fólk kemur bara að kaupa nýja kúrin, sko. Já. Þannig að hillurnar hjá mörgum eru bara, það er bara fullt af kúrin. En veistu, er það ekki bara allt í lagi? Við erum bara aðeins að fólk er að feta sig áfram. um þessa hluti. Við þurfum bara að læra svolítið. En vonandi gerir þetta það að fólk fer bara að hugsa hvað lætur ofan í sig. Ég held að þetta sé númer 1 og 3, hvað er að setja ofan í sig. Skemmtilegt að sjá líka þessa bóka, hann Auðun hérna.
ljósmyndari að taka myndirnar. Ég alltaf gaman að myndum í matreiðslubókum. Það alveg eðlilegt? Já, það sem að selur, sko. Eins og í þessari bók mjög flotta myndir líka. Já. Það er eitthvað sem stuðar mig samt alltaf við svona ekki borða, kannski er þetta eitthvað neina. En þetta er alveg bók sem að ég lesa upp í rúmi, svona bækur. Já. Og þessa svo sem líka, en sko, þetta er miklu meiri bók hérna. Já, 30 dagar. Erum við eitthvað, ef við svo ekki enda á hérna einni sem að, þetta er sönn saga hérna úr Eyjafirðinum. Já, saga með Guðrún Ketilsdóttir. Já. Þannig að hérna verið að vinna úr heimildum. Guðrún Ketilsdóttir fæddist árið 1759 og er saga hennar líklega elsta varðveitta sjálfsævisaga íslenskrar alþýðukonu, vinnukonu frá 18. öld. Og þetta er, held ég alveg örugglega mögnubók. Ég er búin að glugga hans í hana og ég hérna, já, ég á eftir að klára hana. Klára hana og komdu svo aftur og segja hvernig var. Já, við þurfum að lesa eitthvað líka. Já, það er ekki bara setja hér og mala, nú lesum við. Já, það eru náttúrulega bara fullt af uppskriftum líka í þessari, svo dæmi geta kerfi fyrir tveir. Flottar uppskriftir, þó sem við kannski á þessum tveimur að við borðum bara fulla fæðu. Nákvæmlega. Hvað ætlaðu að lesa næst? Ef við ákveða það? Er ekki eitthvað svona bók mánaðarins eða hvernig er það? Já, og það var, nú í febrúar, það kemur í ljós á sennilega bara í dag hver hún er fyrir febrúarmánuð. Já, ef við lesa hana. Já, ég held við líka væri fínt að Kitty myndi lesa þessa stríðsbók hérna. Já, en hvað ég lesa? Við lesum Þorsta. Við stelpurnar lesum Þorsta. Takk fyrir að vera komin að við ætlum að heyra inn í Völu hérna eftir, en hún ætlar að fara til Afríku og ég heldur hún ætlar að fara að vinna á ljónabúgarði.